Haldið bara ekki á maður við Magnús Orri sem kom til Berlínar, höfuðborgar Þýskalands. Tilefnið er ekki slór því hér standa heimsleikafatlar yfir. Takk fyrir. Og við ætlum að fylgjast með mótinu í 2 þáttum og auðvitað alveg sérstaklega með keppendurum okkar sem eiga örugglega brillar hérna svo ekki meira sé sagt. Alls taka 30 Íslendingar þátt í mótinu og í 10 íþróttagreinum. Og hana nú, höldum á stað, þetta verður sko gaman. Heimsleikarnir hér í Berlín eru ekki aldeilis þeir fyrstu sem haldnir eru, enda rekja þeir sögu sína allt aftur til ársins 1968 þegar fyrstu leikarnir fóru fram í Chicago í Bandaríkjunum. Hugmyndafræði leikanna er raunað ættuð úr Vesturheimi og má þakka áræðinni og frumkvæði Kennedy-fjölskyldunnar að þeir urðu að veruleika á sínum tíma. Sá hugur sem þar lá að baki var að rjúfa einangrun fólks með þroskahömlun, auka virkni þess og þátttöku í samfélaginu og gefa því kost á að sýna hæfileika sína og styrkleika í verki. Gleðin sem þetta hefur leitt af sér á hverjum heimsleikunum á fætur öðrum sýnir það og sannar að vel hefur tekist til. Sjáið þið bara. Umfang heimsleikanna í Berlín er með hreinum ólíkindum að þeir fara svo að segja fram alla borgina sem er raunan mikið flæmi enda íbúar hennar alveg 4 milljónir að tölu. 7.000 keppendur frá 190 löndum etja hér kappi í 26 keppnisgreinum á næstu 9 dögum og utanumhaldið segir sína sögu. En ekki færri en 20.000 sjálfboðaliðar sjá til þess að mótið fari fram með fullum sóma. Þetta stórmót fatlara hér í Berlín er það 27. í sögu sumarleikakeppninnar sem haldnir eru í 4. hvert ár. En þess á milli fara leikarnir fram af vetri til, þar sem menn etja kappi hver við annan í skíðabrekkunum og á skautasvellinu. Íslendingar hafa langt árabil tekið þátt í sumar- og vetrarleikum keppninnar og jafnan hefur Íþróttasamband fatlara valið tugi þáttttakenda til leiks af öllu landinu. Þórður, hvað hefur Íþróttasamband fatlara verið lengi í heimsleikunum? Fyrstu leikarna sem við tókum þátt í voru í Minneapolis 1991 og síðan alltaf á 4 ára fresti. Það er að segja sumarleikar og svo erum við búin að taka þátt í nokkrum vetrarleikum líka sem er alltaf þá 2 árum eftir sumarleika eða alltaf mitt á milli, alveg eins og ólympíuleikarnir eru. Hefur hugmynd hvað sett marga keppendur á leikana? Já, sko, á hverja leika höfum við verið að senda einhvers staðar á milli 30 og 40 og svo keppendur. Þannig að við höfum mest verið í kringum, 40 og losað 40. Það sem gerir sérstak núna, við erum í fyrsta skipti ekki með neina hópíþrótt. Við fengum bara ekki kvóta, eftirspurnin er svo mikil í fótbolta og þessar boltaíþróttir að við fengum ekki kvóta í það, en aftur á móti 10 íþróttagreinar sem við tökum þátt í núna. Svo þú ert búin að sjá mörg brosandi andlit. Algjörlega, það er búið að vera mörg og þetta er eini skemmtilegustu leikar sem ég fer á alltaf. Það er hérna gleðin og ánægjan og allir í góðu skapi á þessum leikum. Og þú fær ríkari heim. Algjörlega, margfalt ríkari og ég vona að allir keppendurnir hérna njóti þess og eigi hér mjög jákvæða upplifun sem ég er alveg 100% viss að þau eiga og munu fá. Hvernig veljið íslensku keppendurna á leikana? Við sendum út bréf til aðildarfélaga okkar, IF, og almennafélaga líka sem eru með fatlaða í sínum röðum. Og við biðjum að tilnefna eftir svona ákveðnum aðferðum, hver mætir best, sýnir besta svona félagslega hegðun og slíkt, ekki árangur. Og þau setja síðan efstu nöfnin inn í pott og við tökum það saman og tölva velur úr. Ef það eru fleiri en 1 nafn efst, þá er það tölvan sem velur. Og það er mjög strangur kvóti á þessa leika, þannig að þeir sem eru valdir úr, þeir eru raun og veru bara mjög heppnir. Það komast færri að en vilja, er það ekki? Miklu færri en vilja í sömu greinum. Til dæmis eins og boccia, fullt af nöfnum sem voru í pottinum, en eins og badminton, bara eins og til dæmis eitthvað félag út á landi,
ef þau fara að æfa badminton, þá bæði þetta tilnefna í badminton og Unified badminton sem fatlaðir og ófatlaðir spila saman. Og það til dæmis strákar að koma frá Bolungarvík og ég bara skora á félögum út á landi að byrja með svona greinar sem eru kannski ekki komnar svo mikið af stað. Tækifæri bíða. Og það getur raunverulega allir tekið þátt. Í raun og veru, þetta búið að stækka svo mikið og við raun og veru allir sem eru tilnefndir að æfa með félögum eða einhvers staðar á jaðrinum. Ef eru tilnefndir þá eru við ekki að loka það. Þannig að þetta verður að opnast mjög mikið. Hvernig ástöðu fyrir framkvæmdastjórann að tilkynna keppendum að þau komast á leikana? Það er nú eitt af því skemmtilegra sem ég geri. Og það er svakaleg gleði og búið að vera mikið gleði bara alveg þangað til við komum hingað. Það er líka svo gaman að því þetta eru allir sem geta komist, bara spurningi hver það er. Þú vinnur bara það að gleðja fólk. Eru takk fyrir það eins og þú. Takk kærlega fyrir. Berlín er auðvitað ein sögufrægasta borg Evrópu og bæði vettvangur heildarleiks og sögulegra sátta. Heita má á rími vel við megin erindi heimsleika fatlaðra. Hér hafa múrarnir verið brotnir niður og mörkin á milli mannfólks máð út. Berlínarbúar deila því sömu lífsreynslu og margt það fatlaða íþróttafólk sem hér stígur fæti á næstu dögum. En segja má að borgin sé laus úr álögum og það sama má gilda allt það fatlaða fólk sem tekur virkan þátt í samfélaginu. Hvort heldur er í íþróttum, listum, námi og atvinnulífi. Segðu mér Katrín, ég hef aldrei vitað almennilega hvað Berlínarmúrinn er. Veistu þú það? Ég veit bara, hann var á skildið milli Austur- og Vestur-Þýskaland held ég. Já. Og er þetta eitthvað svona sem gerðist í seinni heimsstyrjöldinni? Þetta var held ég fall múrsins. Eða bara enda, má segja að vera byrjun á lok kalda stríðsins. Já, ok, ég þarf að læra eitthvað meira um þetta. Já, þetta var 9. nóvember 1989 sem hann féll. Og þú sagði mér það um daginn að þetta gerðist þegar þú fæddist? Jep, 89, en árið sem ég fæddist. Rétt rúmlega mánuði eftir ég fæddist. Ok, svo er eitthvað annað lengra, og kíkja það? Já. Ég er til í það. Borgin iðar bókstaflega af lífi, enda hefur hún löngu státað af grósku í menningu, listum, iðnaði og vísindum. En hér lagði meðal annarra Albert Einstein grunninn af ævistarfi sínu. Og eftir að hún varð að nýju höfuðborg Þýskalands við sameiningu austur- og vesturhluta þess haustið 1990 varð hún líka að miðstöð stjórnar- og viðskiptalífs í landinu. Sagan er því hérna við hvert fótmál. Mikil saga og á stundum miskunnarlaus og grimm. En ekki síður uppfull af afrekum mannsins, samhygð og sameiningu. En aftur af heimsleikunum sem hér fara fram. Það er auðvitað rosalega spenningur í okkar fólki, en ekki að hverjum degi sem íþróttafólki okkar fari að fara að heimsleika í svona flottri borg. Já, það er fútt í þessu, enda ættum við Katrín að þekkja það, höfum bæði keppt á fyrri heimsleikum. Ég hef keppt á skautum í Seúl í Suður-Kóríu 2013. Og ég keppti í fimleikum í Abu Dhabi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum vorið 2019. Við vorum nú bara sprækir, það ekki? Jú, heldur betur. En við skulum heyra núna í íslensku keppendum sem keppa hér í Berlín. Gerum það. Sæll vertu Siggi, hvernig finnst þér að taka þátt í svona móti? Mér finnst þetta bara rosa skemmtilegt. Það er fjölbreytt sem það gerir. Við byrjum að fara í vinnubarsveitir Camden sem var alveg 700 km frá Berlín. Þar var okkur tekið alveg vel á móti okkur þar. Það var dagskrá alla daga. Svo þetta er bara búið rosa spennandi. Er þetta ekki bara eitt stórt ævintýri? Þetta er svo sannarlega eitt stórt ævintýri. Elva, þú bara blómstrar algjörlega hérna. Já, mér finnst þetta svo geggjað. Mér finnst þetta svo gaman, þetta er æði. Ertu ekki stressuð? Nei, mér finnst svo gaman að keppa hérna, ég er aldrei stressuð.
þetta er ekki bara besta í lífiðinu? Jó, ég elska þetta. Hvað er svona flott við keiluna? Að vinna og skemmta sér og bara fá fellu. Varstu góð í dag? Já, mjög góð í dag. Er ekki magnað að fá þessar viðtökur hérna heimsleikunum? Já, þetta er bara æðislegt. Þú varst bara hylltur þessu höfðingi? Já, þetta var bara allt brjálað. Skiptir íþróttaiðkun ekki miklu máli fyrir fatlað fólk? Hún er mjög mikilvæg í mínum augum. Eftir ég lenti í slysinu mínu þá hætti ég alveg í fótbolta, var í fótbolta alveg á fullu fyrir það. Og eftir það hætti ég alveg í fótbolta, ég var ekkert fáið þetta sama samspil og ég fekk áður. Það var mér kynnt svona íþrótt fyrir föllum og eftir það kynntist ég meila bara mínu fólki þar sem ég geti alltaf séð hitt tala reglulega í dag. Gaman af þessu. Þetta er auðvitað stór hópur þjálfara sem fer með fólkinu okkur á heimsleika í Berlín. Akkurat, og undirbúningur fyrir svona mót er langur og strangur. En hvað sem þjálfarnir á svona stóru sundu? Góð spurning, Henrik. Rannveig, hvað ertu búin að þjálfa Hildi lengi? Ég held að sé svona 6 ár sem ég er búin að vera með hana. Og alltaf jafn gaman? Já, þetta er mjög gaman. Þetta er rosalega flott íþrótt, Hildur. Hvað er skemmtilegast við íþróttina? Það er góð spurning. Ertu búin að æfa þetta lengi? Já. Ertu spennt fyrir að keppa hérna á komandi tímabili? Já. Er ekki rosalega undirbúningur fyrir ykkur þjálfarana að þjálfa fyrir svona mót? Jú, það er rosalega undirbúningur. Þetta tekur allavega ár að skipuleggja svona og þegar við fáum að vita hverjir keppendur eru valdir og það er greina sem þau fá, þá er bara að undirbúa þau fyrir að keppa og hvernig þetta allt virkar. Er ekki mjög gefandi að vera þjálfari fatlaðra? Jú, þetta er skemmtilegt sem ég geri. Ég vinn við þetta alla daga. Þjálfa bæði í einkaþjálfun og frjálsar og þetta er bara skemmtilegt sem ég geri. Og það er ekki rosalega upplifun að mæta á þess að leika bara svona rosalega stórt mót? Jú, þetta er ólýsanlegt. Þetta er miklu stærri en maður heldur. Þannig að þetta eru mínir aðri leikar og þannig að það var meira svona í Dubai þá var ég hissa hvað þetta væri stórt. Þannig að ég er vanari núna. Hjálmar, þetta voru flott stökk. Ertu ekki ánægður með þau? Jú. Og hvernig finnst þér að vera hérna í Berlín? Fínt bara. Vel gert. Og hvernig finnst þér upplifunin? Bara gott. Ertu spenntur fyrir komandi tímum á mótinu? Yes, já. Hvernig æfirðu þig fyrir leikana? Bara ár fyrir var ég að lyfta mjög mikil. Þú veist að lyfta mjög mikið og ertu mjög sterkur? Bara heima. Bara heima? Mér tími mínu. Geggjað. Takk fyrir þetta og gangi þér rosalega vel. Ok. Víðir, þú ert að þjálfa hann Anton hérna fyrir aftan okkur. Er flott að vita að þeir keppa á sínu getusti? Já, það er magnað. Þau spila sem sagt 2 daga í sem sagt kölluðu það divisioning, þar sem að þau spila öll saman. En svo er tekið þessi 2 dagar og þeir 4 alltaf tekið 4 og þeim er raðað saman og þeir keppa svo bara innbyrðis. Það er að vera flokk eftir getu? Já, sem sagt efstu 4 sætin eru bara saman og svo fara koll á kolli. Og þetta er fegurinn við heimsleikana? Já, þetta gerir það að verkum að keppendurnir geti keppt við aðra keppendur á sama getustigi og þá kannski fá styrkleikar okkar keppanda bara að skærar og meiri möguleikar á velunum og þetta verður bara miklu skemmtilegra fyrir vikið. Ég er að velta fyrir mig söguna. Hvernig byrjaði þetta hana, Karolína? Við fáum alltaf kvóta í Ísland, öll löndin. Fyrst byrjuðum með þessar venjulegu greinar sem við þekkjum öll, eins og sund og frjálsar og boccia og borðtennis og fleira. Síðan höfum við verið að nota með þessa leika til þess að reyna að efla nýja greinar.
og koma að stað til dæmis eins og 5 leikkonum og fleira. Þá veljum við kannski ekkert einn sem við jafnvel geta að æfa og fáum þjálfara til að undirbúa og með því að velja hann eina, þá fara hinir eftir. Svo í dag til dæmis, þá erum við í lyftingum með mann sem í hjólastól eða hann sem er hreyfihamlaður og notar líka göngugrind. Og ég sá það hérna áðan að það er gríðarlega athygli á þessum dreng. Hann er sem sagt Sigurður Ægir frá Selfossi. Það er gríðarlega athygli á honum og mun núna hafa áhrif á það að aðrir sem að sitja heima og horfa á sjónvarpið eða horfa frá leikunum sjá það að þeir geta verið að mæta hér þó þau séu hreyfihamlaðir. Svona gerist þetta og við erum búin að þróa sem sagt líka í vetraríþróttum eins og lyftu upp á skautum sem enginn trúði í byrjun. En það má segja þetta byrja með því að við erum bara svona að sýna eitthvað sem enginn trúir á, svo þegar búin að sýna það. Að þá kom allir eftir, þannig að þetta er endalaust. En núna fengum við kvóta fyrir þessar 10 greinar og ég var að reyna að fá kvóta fyrir körfubolta. En það verður körfuboltalið næst því þá er þessi litlu krakkar hjá Haukum og hann er 16 ára. En það gerir svona bara stig af stigi. Það er alltaf bætast við nýja greinar, er það ekki? Jú, við erum alltaf að reyna einhvern veginn að efla það og sérstaklega sem við sagðum með badminton út á landi að reyna að fá greinar sem er kannski erfitt að koma upp einhverjum liðum, allavega einstaklingsgreinar og svo veit ég að handbolti, núna Vestmannaeyingar er byrjað að ræfa þannig að nú verður næst kannski handboltalið og svo er náttúrulega fótboltinn og þannig að það er endalaust. Þannig að þú byrjar að ræfa einhverja nýja grein, þá verður bara sækjum kvóta fyrir það á næstu leikum og sjáum til. Fatlaðir geta kannski miklu meira en þeir halda. Já, er eitthvað sem þið geta ekki? Einmitt! Þetta var mjög fróðlegt. Takk kærlega fyrir. Margir foreldrar og aðstandendur koma hingað til Berlínar og fylgja keppinum og eru mjög spenntir fyrir dögunum. Jep, það getur verið mjög taugatækjandi fyrir aðstandendur að koma hérna, sitja hérna og styðja sitt fólk. Já, ef við ekki að heyra í nokkrum stuðningsmönnum? Gerum það! Ég til, já. Svala, þú ert að fylgjast hérna með Katrínu, dótturinn á hlaupum hérna á heimsleikunum. Hvernig er upplifunin? Geggjuð. Og bara mjög stolt af henni. Hvað hún búin að blómstra síðustu ár og ná þetta langt. Að fara á heimsleika. Hvernig finnst þér að vera þarna á mótinu? Bara mjög skemmtilegt. Fyrsta skipti mitt að vera á heimsleikum svona stóru móti. Hvernig er upplifunin? Bara mjög skemmtileg. Hvernig finnst þér mótið vera? Mér finnst það ágætt. Bara mætti vera betra skipulag en það er bara ágætt eins og það er. En þið eru stödd á stóra sviðinu? Já, það er bara æðislegt. Það er bara mjög flott. Ertu ekki stolt af stelpunni þinni? Jú, ég er mjög stolt af stelpunni minni. Mér finnst hún æðisleg. Geggjað, takk fyrir þetta. Og ekkert mál. Guðjón, þú þekkir þessum foreldri að þátttaka á virkninni skiptir öllu máli? Algjörlega, bara fyrir alla, hvort sem þeir eru fatlaðir og ófatlaðir. Hreyfing og taka þátt í íþróttum og bara starfi. Skiptir bara öllu máli, hversu maður er fatlaðir og ófatlaðir. Þetta er bara nauðsynlegt fyrir alla. Hvað hefur þetta gert fyrir strákið þinn? Já, það er bara bæði náttúrulega bara hreyfing og æfing og félagslegt líka. Þannig að það er það sem að náttúrulega gert honum gríðarlega gott og bara borðinni sem náttúrulega bara frábær íþrótt fyrir akkurat svona hluti, sko. Hvað ertu búinn að taka marga leiki í dag? Búinn að 2 leikir. Og ertu búinn að vinna einhverja? Búinn að bara 2 líka. Vel gert. Hvernig finnst þér þín upplifun hérna á þessum leikum? Hún er alveg mögnuð. Þetta er náttúrulega bara þvílík mikil upplifun að kominga og sjá þessa stóru leika. Það eru 7.000 til 8.000 þáttakendur og ég veit ekki hvað margir aðstandendur, fullu leikvangur, olíuleikvangur í Berlín af fólki. Þetta er mögnuð upplifun alveg. Þú ert stoltur pabbi? Algjörlega, heldur betur. Frábært, takk fyrir þetta. Þið eru systkinin Thelmu í gólfinu. Hvernig er að sjá systur ykkur á mótinu? Bara búin að vera stórkostleg, bara lítið annað en það. Já, þetta er búin að vera svakalega stórt og mikið af fólki og kynnistellingu fólki. Þetta er búin að vera mjög gaman. Er ekki gaman að sjá systur sína blómstra á svona stórmótum? Jú, bara búin að vera mikið heiður að sjá systur sína bara sinna sínu sporti að byrja og hún er búin að vera að gera. Já, ég hef ekkert séð hana í gólfi mikið áður og einmitt núna er það, já, maður sér bara hvað hún er góð. Hvað hún er alveg svakalega góð í gólfi. Það er allir að taka þátt í mótinu, eða ekki? Allavega. Já, auðvitað. Emil og Rikki, þeir eru foreldrar Önnu Bjarkar í Sundinu. Skiptir þáttaka ekki öllu máli? Já, alveg nákvæmlega.
það að fá svona, að vera með í svona leikum er náttúrulega bara, þú veist, það gefur svo mikið gildi. Það gefur svo mikið tilefni til þess að vera með og æfa og stunda þetta dæmi og við erum þar að sjá rosalega mikla bætingu. Já, og Rikki, þetta skiptir máli andlega og líkamlega? Jo, að sjálfsögðu. Þetta búin að vera gerast í 1 ár að við búin að undirbúa fyrir þessa keppni og þetta var svo svakalega gaman að sjá hvað þau var öll þessa glöðu opnaháttíðin. Já, þið eru náttúrulega að springa úr fólk. Jú, að sjálfsögðu. Það eru með 5 sekundar bæting núna, bara í þessu móti, sem er alveg snillt. Ég vil alltaf sjá meira, en mér er alveg snillt hvað er komið. Þarf maður ekki bara að gráta, Rikki? Jó, þetta var bara frábært að sjá. Já. Takk fyrir þetta og til hamingju. Takk sem leiðis. Íslensku keppendurnir eru studdir af vinum og vandamönnum hér á pallónum. Það skortir sko ekki og það vantar ekkert upp á stuðninginn, enda fyrirmenni hér líka sem styður sitt fólk áfram. Það eru bara allir hérna. Allir hérna. Svo forsetafrúin okkar hérna, hún Elísa sjálf. Er þetta ekki mikinn upplifun? Já, heldur betur. Þetta er frábært. Þetta er frábært að sjá 30 íslenska keppendur hér að taka þátt í Special Olympics í Berlín. Ég er mikið heiður að vera hér með allir og fylgjast með. Finnst þér ekki mikilvægt að allir fá að taka þátt? Algjörlega, algjörlega. Og þið sáuð, við sáum á þessu merki að það er eitthvað svona hashtag unbeatable together eða ósigrandi saman og er þetta ekki svolítið þannig að við bara gerum það allt bara betur og betur þegar allir fá tækifæri til að taka þátt og gera sitt besta. Ég held að þetta sé skilaboð á þessum Special Olympics. Einmitt, það er bara allir geta ef þau vilja. Akkurat, akkurat. Finnst þér ekki neglurnar fín? Jú, flott, íslenskt. Já, íslenska liði neglurnar líka til að fylgjast með þeim. Vel gert. Takk fyrir. Takk fyrir, Elísa. Bara takk fyrir mig. Þetta var fyrri þátturinn okkar af heimsleikurum hér í Berlín. Að viku liðinni ætla að fjalla keppnina sjálfa og okkar fólk sem reynir sig á móti öðrum keppendum. Við lofum ykkur sem sé svakaleg fjöri og spenningi í næsta þætti þar sem allir muni gera sitt besta. Við sendum hlýjar og góða kveðjur héðan frá Berlín. Takk fyrir okkur og bless, bless.